Þá Eiríkur Bergmann Einarsson næstur á dagskrá. Gjörðu svo vel. Já, kæru félagar, ég vil takka kærlega fyrir þessa umræðu tillögur okkar sem hér hafa verið lagðar fram. Formaðurinn fór vel yfir þær og svo hefur ýmislegt verið nefnt hér ansi áhugavert, en mér langar til þess að skýra þann hugsunargang sem við höfum unnið eftir út af þessari umræðu sem upp hefur komið hugsanlegt hlutverk forseta Íslands. Og við höfum unnið að því marki að skýra allstaðar í öllum okkar tillögum mjög vel ábyrgðar hlutverkin, að valdi fylgi ávallt ábyrgð og ábyrgð fylgi alltaf valdi. Nú við höfum unnið eins og þið þekkið innan þingræðiskerfisins að því marki að skilja sem allra best á milli valdháttana og upphefja Alþingi og veita því nægjanleg tæki og nægjanlega beitt tæki til þess að hafa raunverulegt eftirlit með ríkisstjórninni. Nú annað sem við höfum gert að svona hreinsa upp svona þetta lepps orðalag í ríkisstjórninni, þannig að það sé bókstaflega sagt hver geri hvað. Nú það auðvitað bitnar svolítið á forseta Íslands því að í núverandi stjórnarskrá hann sagður gera alls konar hluti sem að hann sannarlega gerir ekki, og það eiginlega einkum það sem við höfum gert í þeim efnum að hreinsa þetta tvennt upp. Nú varðandi þá klásúlu okkar hér varðandi skipun ríkissaksóknara og ákæruvaldsins, að þá það einnig innan þessarar hugsunar okkar að ábyrgð fylgi ávallt valdi og það sé hægt að draga skipunaraðilann til ábyrgðar. Það ekki til neitt sem heitir óumdeilt ráðningaferli eða óumdeild ráðningi hjá hinu opinbera. Allt orkar tvímælis þá gert og þess vegna ríður á að ábyrgðin sé skýr. Eins og á við í þessu tilviki að þá gert ráð fyrir lögskipaðri ráðningarnefnd. Slík nefnd ekki endilega óskeikul eins og við þekkjum þar sem að ráðningarnefndir eru viðhafðar. Þar verður oft til klíkuræði. Þannig að skipunin í okkar tilviki í höndum ráðherra, en við setjum þann svera varnagla að ráðherrann ekki úr hópi þeirra sem fá efsta mat ráðningarnefndar, að þá þurfi hvorki meira né minna en 2/3 og Alþingi til þess að samþykkja þessa ráðningu. Ráðherrann eigi að síður pólitískt og lagalega ábyrgur fyrir ráðningunni og það hægt að draga hann fyrir dóm, það hægt að kæra hann til umboðsmanns Alþingis eða jafnréttisráðs eða hvaða stjórnvald sem að málinu tilheyrir og að lokum fyrir dóm. Nú við sjáum þess að sé fyrir okkur að þetta sé pólitísk ábyrgð sem að þessu verði að fylgja. Nú ég þeirra skoðunar forsetaembættið að hann eigi að vera þjóðhöfðingi og ekki partur af hinu pólitíska argaþrasi, og sjálfum þætti mér það frekar svona ekki sérstaklega svona dægileg tilhugsun að hugsa til þess að það sé sífellt verið að kæra forsetann fyrir ómálefnalega ráðningu og hugsanlega forseta sem hafi nokkra dóma á bakinu vegna ráðningarmála. Staðreynd málsins nefnilega sú að það ekki hægt að taka pólitíkina úr stjórnmálunum. Leið og völd eru færð til að þá breytir það leiknum. Og ef að forseta eru veitt umtalsvert völd, að þá segir það sig sjálft að þar með munu stjórnmálaflokkarnir fara á eftir slíku embætti, eða dettur einhverju manni það í hug að Sjálfstæðisflokkurinn og Samfylkingin munu ekki
taka þátt í forsetakjöri ef að þar væri mikil verðvöld samfélagsins. Ég held að við ættum að átta okkur á því. Nú, ég vil líka undirstrika þessa hugsun í vinnu okkar og hún hefur verið skýr frá upphafi, það er að skilja þarna á milli þáttana og að tvinna alltaf saman ábyrgð og vald og auka vægi Alþingis og þess vegna það í mínum huga mjög brýnt að það sé í höndum Alþingis að mynda ríkisstjórnina, það sé í höndum Alþingis að kjósa umboðsmann Alþingis, enda er það allstaðar innan þingsins gert. Umboðsmanns hlutverkið kemur fram sem partur af þinglegu eftirliti. Það varð gríðarleg réttarbót á Íslandi og sko, hafði mikil áhrif á valdþættina þegar ríkisendurskoðun var færð frá fjármálaráðuneytinu til Alþingis og ég myndi ekki vilja sjá hana fara og það er bókstaflega í mínum huga forsenda fyrir þessari leið sem að við í B-nefndinni höfum farið að þessari megin hugsun sé ekki raskað, að við séum að færa Alþingi nauðsynleg tæki til þess að sinna löggjafarhlutverki sínu og eftirliti með framkvæmda valdinu. Ég hef hins vegar alla tíð verið þeirra skoðunar að það geti verið heppilegt að fara yfir í forsetaræðiskerfið sem að mér sýnir sumir vera að stinga upp og að við förum einhverja hálfa leið inn í, en þá myndi ég vilja fara alla leið og að forseti yrði hreinlega leiðtogi ríkisstjórnarinnar og hefði með höndum verkefni sem að forsætisráðherra hefur núna. Hann yrði kosinn beinn í kosningu og það yrði skilið á milli og það finnst mér sjálfsagt. En mér finnst að þessi hlutir eiga að vera skýrir og í mínum huga hefur okkar vinna öll miðað að þessu og hún er heildstæð og felur í sér innbyrðis samræmi sem ég bið fólk að hafa í huga. Takk fyrir.